Góðan og blessaðan daginn. Nú er júní að líða undir lok og nýtt blómaskeið hafið í garðinum. Flesti túlipanarnir eru að klára. Það eru nokkrir síblóðstrandi sem standa eftir og gaman að blanda saman tegundir sem blómstra á mismunandi tímum þannig að tímabili lengist. Þessi hér til dæmis mistris, svona fallega lilla bleikur, kólisú, kúfurtúlipanni sem er ekki alveg búin að springa út ennþá, þannig að það er alveg mögulega vika eftir á honum. Og síðan er hérna óvænt páskalilja sem er bara ennþá í fullum blóma. Hún var mjög sein einhverju hluta vegna og ég veit ekki hvernig stóð á því almennilega, en páskaliljurnar voru seinna en venjulega, þannig að og mögulega hefur frostnóttavikan í maí haft eitthvað með það að segja, en það seinkaðist allavega blómgunin á páskaliljunum, þannig að þær skarast meira við túlipannina núna en oft áður. Nú er gullregnið byrjuð að blómstra. Alltaf svo fallegt. Það er eins og með svo margar aðra tegundir, það er mikil blómgun hjá því þetta sumarið. Nú eru skrautlaukarnir alveg að fara að taka við. Hér er Purple Rain. Styttist í að þeir fari að springa út þegar þeir byrja að opnast knúparnir. Og síðan aðeins lengri bið eftir Globemaster, þessum stóru hérna. Það verður virkilega gaman að sjá þegar þau springa út. Sjáu hvað laufblúskarnir eru stórir. Þetta eru einu laukarnir sem ég gróðursetti ekki svona þétt saman í grúppu, því að þeir þurfa bara svolítið mikið pláss. Því að kúlurnar verða svo stórar, blómin. Nú eru sumarlyklarnir að byrja að blómstra. Hérna er randalíkill. Og svo er fellalykill þarna, þessi dekkri fjólblái. Og þessi fölguli hérna er kínalykill. Og á sama tíma og lyklarnir byrja að blómstra þá eru dalarfíflarnir líka komnir í blómgun. Þetta hérna er Mai Tai. Svona fallegur. Mjög duglegur og blómstrar mikið. Apricot Fox, hún stendur lengi. Hún á alveg nokkra daga eftir. Þá eru það fleiri dalafíflar. Þetta er Cosmopolitan, þessi hérna. Hann er í kokteelaseríunni eins og Mai Tai. Þeir hafa gengið mjög vel. Síðan er svolítið eftir að goðalyklum sem eru blómstrandi. Hérna er Red Wings. Þarna er annars síðblómstrandi túlipanni sem á ennþá svolítið eftir. Þetta er Renown. Svona klassíska egglaga lögun blómin. Flottur litur.
Blásólin, fagurblásólin byrja að blómstra. Og vatnsberar. Þeirra tími að byrja. Og svona styttist í að sveipstjarnan springi út, knúparnir farnir að sína lit og svo sé ég að þarna er skrautlaukur sem byrjaður að blómstra. Þetta er höfuðlaukur og hann er fjölær. Sjáu eitthvað blásólinu allir. Þetta er alveg magnaður litur. Þetta er Clarís sem að á að vera febrúarlilju afbrigði en hún er að blómstra miklu seinna. Þannig að það er nú eitthvað meira blandað í henni heldur en þessum snemmblómstrandi febrúarliljum. Svo er hérna engjaírisinn að byrja að blómstra. Hún er ofboðslega blómsæl, blómstrar á hverju ári og blómstrar mikið og ég á nokkra plöntur af henni sem voru að koma inn í hérna plöntusöluna. Steinhæðin, alls konar þar, geldingarnapparnir og garðaljómarnir eru fallegir núna. Já, eitthvað eftir af þessum rauðblaða geldingarnappinum. Absolutt flottur litur á blómunum og laufið er svona skemmtilegu kontrast við allt þetta græna í steinhæðinni. Svo eru garðaljómarnir. Ég á ennþá eitthvað eftir af þessum hérna Candy Stripe sem er mjög gróskumikill blómstrasætti sem sagt planta frá því í fyrra sem er orðin svona fín núna. Síðan er hérna þessi föl lillablái Emerald Cushion Blue heitir hann. Ég held að það sé einhver plöntur eftir á honum. Fallegur litur. Ég held að þessi hérna Scarlet Flame sé búinn. Rosa flottur litur á honum. Nú eru lyngrósirnar í blóma. Þessar sem blómstra fyrst eru búnar. En margar hér sem er að blómstra vel núna og mun betur heldur en oft áður. Og þessi ljósgulu hérna sem eru nú alveg að vera búnir, þeir heita Blushing Lady. Og stærðin á þessum blómum er engu lík. Ég bara held að það sé engin túlípani sem getur keppt við hana í blómstærð. Fegurðin ekki síður mikil. Já, eftir því sem að skjólið hérna í beðinu eykst, því betur gengur lyngrósunum. Og nú eru sírennurnar að byrja að blómstra. Þetta er þeirra tími. Ég hugsa að þær séu fáar rauðari heldur en þessi. Sírena sem lét svolítið bíða eftir sér. Tók alveg nokkur ár í það að fara að blómstra. Þetta er fölvasírena. Það verður svo falleg litbrigði í sírenunum. Knúparnir eru alltaf dekkri heldur en blómin. Stórkvisturinn er að byrja að blómstra. Svona fyrstu blómin að byrja að opnast. Og hann stendur alveg undir nafni. Hann er mjög stór. Fyrstu blóman að springa út.
skrautlaukar, styttist í að þær blómstri. Túrbanliljurnar líka. Og síðan hérna bógkvistur alveg hlaðinn knúpum sem að blómstrar ekki alveg strax þó að hann sé nú alveg langt kominn, þannig að hann verður kannski fyrr núna heldur en yfirleitt. En svona venjulega það blómstrar hann yfirleitt, hann byrjar að blómstra svona það leyti sem stórkvisturinn klárar, þannig að þeir taka svona við hvor og öðrum. Og síðan fyrstu rósurnar að byrja að springa út líka. Þyrnirósurnar eru fyrstar. Sumar ígulrósurnar, kíkjum á þær á eftir. Þetta hérna Glory of Edzell sem hérna á mjög erfiðum stað. Ég var pínu vond við hana, ég er með smá móral yfir því hvað ég var vond við hana. Setja hana á svona erfiðan stað. Því að hún hérna svolítið opið í norður og hún blómstrar örugglega aðeins seinna fyrir vikið. Svo hér önnur þyrnirós sem alveg að byrja að springa út, eða þyrnirósablendingur. Þetta sem sagt einföld Mary Queen of Scots. Það eru tvær sem að bera þetta nafn. Önnur einföld, það er þessi. Og oft kennd við Rosa Reversa. Og síðan önnur sem með fylltum blómum sem að hefur ekki byrjað að blómstra neitt að ráði hjá mér. Nú verður bara að bíða og sjá hvað verður seinna í sumar. Kíkja þess hérna niður í burknaröðrið. Hér illir sem þarf að fara að klippa. Burknarnir eru bara komnir hérna vel af stað og margar brúskurnar líka. Það er ánægjulegt að sjá. Og það voru ekki mikil áföll. Það voru held ég 2 eða 3 burknar sem drapust sem voru svona tilraunar tegundir sem voru alveg á grensunni, þannig að það er bara eins og það er. Þetta getur ekki allt gengið upp. En gaman að sjá hvað hjartatungan er sátt hérna. Og brúskurnar fínar. Svo hérna nýjar plöntur sem eru í sölunni núna og eftir að koma í ljós hvernig gengur með. Stóra fjölarabeiðið. Það hefur verið betra heldur en núna. Það voru alveg nokkrar tegundir af túlípönum sem ég setti hér sem einhvern veginn skiluðu sér ekki. Það er meðal Apricot Fox sem er á 4 öðrum stöðum alveg svakalega flottur, þannig að það er líklegast bara komin einhver næringarskortur hérna í þetta beð og stendur til að bæta úr því með kjarnamoltu frá kannunum fljótlega. Þetta er góðalykill sem ég sáði undir heitinu Ferrera góðalykli. Það alls ekki stemma við myndir sem maður finnur á netinu, þannig ég veit ekkert hvort að það er rétt nefni eða hvort hann er eitthvað allt annað. Hérna er Alibi. Hann á nú að vera fyrir eitthvað snemmblómstrandi eða svona, já, meðal blómstrandi allavega, en hann er búinn að endast ansi vel. Ég hefði mögulega átt að velja pandan aftur, en það er ekki hægt að panta allt. Það verða margar aðrar tegundir af túlípönum í boði í haust. Ég var einmitt að klára að ganga frá laukapöntuninni og þar eru meðal annars margir flotti túlípanar. Bæði svona fasti liðir eins og Apricot Fox sem eru miklu upp á því á mér og Amber Glow, þessi þarna fyrir ofan sem er svona rafgulur og hvað, hérna er rústrauður.
Já, þannig að það er alveg, það verður nóg að velja úr til þess að hafa nóg af blómum á næsta ári líka, næsta vor og næsta sumar. Sjáu hvað gullregnið er fallegt. Þetta er alveg yndisfögur sjón. Charming Beauty svona að klára, lítið eftir. Svona fallegu litur. Ég verð aftur með hana. Og Mistress, Curly Sue og Apricot Fox verða allar aftur í boði. Það er blandingur af ilmvaspera sem að skógarvasperi hefur greinilega eitthvað komið við sögu. Það er svona, má bæði þekkja af þessum fjölbláa lit og svo þessum bóknu krókum sem eru svona hans fingrafar. Allir þessir blendingar sem að poppa upp sem eru svona með stærri blómum heldur en skógarvasperinn, en bóknum krókum eru greinilega blendingar af honum og garðavaspera eða öðrum tegundum. Þetta er sveifa. Ekki nógu vel að mér í skordýrafræðum til þess að vita hvaða tegund þetta er, en þær eru velkomnar hér. Kósakadepla með svona hvít rákóttu laufi. Hér er annars síðblómstrandi piltur túlípani sem er líklegast seinni en hann væri annars vegna staðsetningar. Þetta er Nightwish. Þeir gerast ekki mikið svartari túlípanarnir heldur en þessi. Það sé alveg öruggt að segja það. Þessi og Paul Scherer, þeir eru svartustu túlípanarnir. Og ég er búin að vera í miklu basli að reyna að átta mig á muninum á þeim. Og hann er nú ekki mikill. Þeir eru báðir mjög svartir og alveg svartir að innan líka. Blómstra á svipuðum tíma líka. Flottir hérna með Apricot Fox og Amber Glow. Það er nauðsynlegt að hafa einhverja ljósari liti með þessum dökku til þess að þeir njóti sín almennilega. Annars hverfur þessi svarti litur svolítið inn í græni litin. Svo er hér hinn íðilfagra La Belle Époque alveg að verða búin. En sjáu þið hvað hún verður fallega svona einhvern veginn drapp, gul, antik bleik í restina. Ofboðslega falleg. Hér eru brúskur og burknar og búkalliblóm öll saman. Svo lítilli kös. Svona eitthvað að fara að dreifa úr þessu betur. Þessi dásend hérna er Blue Ivory. Óbúðslega flott. Svo er hérna Sunny Halcyon, Catherine Broad Street sem ætlar að fara að verða stór, eða svona. Ætli stór allavega. Og Great Expectation, stækkar og stækkar. Svo er þarna einhver öxutunga sem ég veit aldrei hvað heitir. Milli þeirra. Og ilmgresið sem er frábært í runnabeð en helst til aðgangshart svona innan aðrar fjölarplöntur. Ilmgresina hérna eru fallegar. Cunningham White er eiginlega búinn. Það er svona örfá blóm eftir ennþá. En svona mestu leyti búinn. Flava og Fantastika ennþá flottar. Þannig sést við síðast hvað hérna blómin á Fantastiku lýsast mikið með tímanum. Það verður eiginlega alveg hvít í miðunni. Þetta er mikil fegurð. Rauðtoppurinn held ég að það er bara aldrei blómstra svona svakalega. Hér áður mjög þakinn í blómum.
Flugurunnin er ennþá í blóma. Svona aðeins að byrja að fölna blómin núna. Næsta flugurinn að verða búinn. En samt ekki alveg. Það eru ennþá gnúpar hérna sem eru eftir að blómstra. Hér er svo rósabeðið. Það stefnir í að það verði bara svona klifurósir og svo eitthvað annað fyrir framann því að það gengur rosalega illa með rósir hérna. Það er bara skortur og sól sem er að sjá okkur hér. Glóðarliljurnar aftur á móti eru að koma mjög skemmtilega á óvart. Ég átti bara alls ekki von á því að þær myndi lifa hérna utan dyra árið um kring. En það er ekki að sjá annað en að þær sé bara mjög sáttar hér. Og stærsti brúskurinn er sem sagt þær sem ég setti fyrst niður. Þetta voru lauka sem ég fékk. Í vorlaukasendingu sem ég bara leist ekkert á, fannst ekki vera sölu hæfir. Þannig að ég hendi þeim hérna út í beð, bara svona upp á von og óvon, sjá hvað myndi gerast. Og þeir hafa bara vaxið og dafnað og fjölgað sér. Og þeir eru komnir hérna alveg langt út fyrir það sem að upphaflegu laukarnir voru og blómstra fallega í ágúst fram í september. Þannig að þetta enda kannski bara sem glóðarliljubeð með svona klifurósum og svo er svona ein rós sem er ennþá alveg að standa sig, aðrar en klifurósnar, en þeim fer fækkandi. Og ástæðan er náttúrulega að þetta er svo stutt á milli beða hérna, eða sem sagt þetta er svo mjó ræma frá húsi og út á gangstétt og strax að það búið aðeins að loka fyrir innsýn frá götunni þá er sólin farin úr rósabeðinu. Klifurósnar eru flottar, þetta er John Cabot. Og Helena Hebrita þannig uppi, hún kom svo hátt að það er orðið erfitt að taka mynd af henni. Ég veit ekki hvað hún endar, hún stefnir hátt allavega. Þannig að hún er svona rétt að byrja blómgunin í henni. Hjá henni. Svo er hérna síðust en alls ekki síst þessi dásamlega sírena Villanova sem að er ofboðslega blómsæl eins og sést. Hún kannski blómstrar ekki alveg svona mikið á hverju ári en hún blómstrar vel og ilmurinn alveg yndislegur. Svona lilla bleik upp í meginn. Svona algengasti liturinn á sírenunum. Hérna sést hvað blómur verða ljós. Þau eru búin að opnast alveg. Svo er hérna Þórunn Hyrna snækornuna að byrja að blómstra, fyrstu blómin byrja að springa út og hún er hlaðin knúpun líka þannig að þetta verður algjörst blóma að hafa hérna hvítum vilmandi blómum innan skamms. Síðan styttist í að rósurnar springi út, þær eru farnar að sínu leiti hérna knúpanir og það er náttúrulega passar að það eigi að fara að rigna sko. Og það týpist í það
Það sést rósirnar á klifugrindinni betur. En hér er mikið af gnúpum sem er að fara að springa út. Frjúlingsduft hérna, fyrsta blómið, alveg að fara að opnast. Og fullt af gnúpum. Kemur mjög skemmtilega á óvart hvað hún hefur staðið sig vel hérna. Nokkuð vissum að húsvegurinn á þar stóran heiður. Stjörnutoppurinn líka alveg að fara að springa út. Svona nokkur blóm sem eru byrjuð að opnast. Og svo eru guðbjörg, hún er alltaf fyrst hér að byrja. Og hún er ekkert að fara að klára neitt á næstunni. Það er alveg hellingur gnúpum eftir. Hérna megin er svo tótemvegg. Byrja að opna blóm. Og ristinum í. Blómin á ristinum í er alveg ofboðslega stór og falleg. Og hún er bara rétt að byrja. Fullt af gnúpum. Og svo er hér vasageyming sem er líka alveg að fara að springa út. Þannig að hér verður mikill rósailmur innan skamms. Hér er svo að lokum kjallarastéttabeðið sem fær smá morgunsól en að öðru leyti í ansi miklum skugga. Þannig að hér eru svona skuggþolnar plöntur, fingurberjablómin, láta ekki skuggan á sig fá, lyfjurtin Diana Claire, bronsslauf, búkollublóm og roðarnir. Ég hef tekist að halda lífi í mörgum þeirra hérna með því að skýla þeim með akrildúk. Svo þarna önnur búkolla varigata og þessi hérna dýrð er tegund af ilmgresi sem heitir Ingversens variety. Alveg ofsalega falleg. Og hún gæti nú fara að detta í sölu á næstunni. Já, síðan er það þessa hér, risaleysan, sem ætti mögulega að flokka sem illgresi ef hún væri ekki svona falleg. En kosturinn við hana er að sjá hverju tíma það er vandfundið illgresi sem er eins og auðvelt að rífa upp eins og þetta. Nú þarf alltaf að beygja sig eftir því því að hún vex svo hratt upp. Fleiri roðar þarna eru svo fallegir. Og það held ég að láta þetta gott heita í dag. Bara takk fyrir samfylgdina.